Sorgin gleymir engum, svo mikið víst. Öll fáum við að kynnast henni en sumir meir en aðrir. Hún kemur til okkar í ýmsum myndum en yfirleitt skýrt og beint í æð. En eitt víst að lífið verður aldrei samt eftir að við missum ástvin. Ein þeirra sem missti ástvin og lífsförunaut var Anna Borg Harðardóttir, leikskólastjóri í Hafnarfirði. En hún missti eiginmann sinn, Jón Gunnar Gretarsson, 46 ára, árið 2007. En þá var Jón Gunnar einn þekktasti fréttamaður landsins. En byrjum á því að heyra Önnu Borg segja hvernig þetta byrjaði allt saman, hvernig þetta fór á stofnum hjá þeim skötu hugum. Ég kem frá Selfossi. Reyndar ég fæddur Hafnfirðingur og kem frá Selfossi. Faðir minn hét Hörður Sævar Óskarsson, Siglfirðingur og móðir mín og íþróttakennari, sundkennari og þau voru í nokkur ár hérna í Hafnarfirði og móðir mín hét Dagný Jónsdóttir og bóndadóttir og verkakona á sínum efri árum. Og hún kom úr Álftafirði, Múla í Álftafirði að austan, þannig að þau hittast á Akureyri og fella hugið saman og flytja á Selfoss, eða fyrst inn í Hafnarfjörð og svo á Selfoss. Þannig ég alin upp á Selfossi, fædd í Hafnarfirði, einn af þessi fáu gaflurum og svo ég bara alin upp á Selfossi. Það mín fjölskylda, ásamt 4 systkinum. Og hvernig svo þú ferð í skóla og... Svo fer maður já, náttúrulega, ég kláraði landspróf og engin framhaldsskóli á Selfossi og ég fer til Reykjavíkur, 16 ára gömul og átti bara að leigja herbergi og mér fannst það bara hræðilegt og kom heim hverja einustu helgi austur á Selfoss. Svo eiginlega bara flosnaði ég upp og hætti bara, ég gat þetta ekki. En það var samt mjög gaman, en þetta var mjög erfitt. En ég tek eiginlega bara pásu í 1 ár eða svo og þá dríf ég mig til Svíþjóðar. Þar í 2 ár að leika mér, frá 18 ára og til 20. Mamma og pabbi leipa mig bara út og ég fer og bara ótrúlega gaman og það kveikir í mér að fara aftur í menntaskóla. Þá ég inn í Uppsölum og inn í svona umhverfið þar sem bara, það allir einhvern veginn í háskóla, allir mínir félagar voru komin í háskóla og svona byrjandi árum í háskóla og það svona kveikti í mér aftur, auðvitað vil ég ganga menntaveginn og tók raunverulega kvöldskóla í menntaskóla í Svíþjóð og kem svo heim og dríf mig þá bara inn í Fjölbraut í Breiðholti og kláraði það bara 1,5 ári og þá kynnist við Jóni. Já, þannig við erum bæði eiginlega svona á seinna ári, ég fer á félags- og þroskaþjálfubraut og hann þarna á listabraut. Eiginlega fyrsti árgangur sem útskrifast á listabraut inn í Fjölbraut. Og hann eiginlega hanga, hann þarna eiginlega bara því að hann þurfti að taka nokkra auka kúrsa í stærðfræði og ensku, hann stemdi alltaf í arkitektanám, það samt á listabraut. Og þannig hann eiginlega svona hanga til að geta klára réttu einingarnar. Tók svona pínu tíma hjá minni Fjölbraut á þessu tíma. En það voru þetta svona eiginlega fyrsti árgangarnir að útskrifast. Þannig þar kynnumst ég, það bara ást við fyrstu sýn, ekkert flókið, því ég segi Jón. Bara farin að búa? Já, svo fórum við bara að búa með fljótlega þegar við kynnumst þarna 1980 ég sé hann eiginlega svona haustið og verð bara ferlega skotin í Jónu þegar ég sé hann og það sama á við hann og svo enda við bara kynnumst þarna í mars 81 og við erum fann að búa strax haustið bara, ágúst, september, þá bara fáum við íbúðin á Reynimeil í kjallara og erum bara fann að búa. Já. Þannig það bara frábær tími og þetta fór allt mjög hratt í gegn. Já. En við vorum bara svo ákveðin og svo samferð. Og hann náttúrulega kom frá Hafnarfirði? Hann kemur ekkert á Hafnarfirði, nei, hann kemur frá Árbæn, þetta er svo mikill Árbæn, hann fylkisgaur, kemur alveg appelsínu gulur, Já. En hann alinn upp í Árbænum og Greta Þorsteinsson, fyrirverandi forseti ASÍ, pabbi hans og mamma, Sandra Jóhannsdóttir, verkakona.
og þau eru eiginlega ala börnin sinni upp í Árbæ og þar eru ég Röngunar alin upp og var þar alla sína æsku og spilaði með Fylki og var í öllu félagsstarfi hjá Fylki og þar eru eiginlega hans eiginlega byrjun líka á svona félagsmála starfi og ég hef alltaf kallað hann sko félagsmála tröll Jón Gunnar, hann fór inn í öll félag sem hættur að fara inn í. Já. Hann hafði tíma til þess bara? Hann hafði alltaf tíma til þess. Það var eiginlega alveg með ólíkindum og aldrei einhvern veginn svona skaraðist á við okkar lífið það sem við vorum að gera saman eða hvað sem vorum stödd í okkar, bara á okkar lífsleið. Skipti engu máli. Þú finnur þína fljótlega og farið að vinna í leikskóla? Já, við eiginlega eftir að við úrskurðum saman jól 81, þá úrskurðumst við saman og ég fer eiginlega bara að vinna í leikskóla inn í Vesturbænum, í Reykjavík, bara rétt þarna við heimilið og ég bara, heyrðu þetta mín fjöl. Ég ætlaði mér inn í grunnskólakennarann en svo bara því ég fór að vinna í leikskóla, nei þetta mín fjöl, þarna vil ég vera. Og þá Jón Gunnar byrjaði, hann byrjaði svo, við byrjum eiginlega bæði og svo í námi hausti, hann eiginlega byrjaði að lesa finnsku eftir áramótin og að reyna að undirbúa sig til að komast inn í finnskan skóla, háskóla og komast í arkitektúr. En síðan bjóðar ekki upp að þeir gerðu þá kröfu Finnarnir að hann yrði að kunna finnsku. Svo bara bjóðar ekki upp að það náðist ekki bara nógu stór hópur inn í Norrænahúsi seinni önnuna, þannig að náðist ekki góður hópur, eða engin hópur til þess að vera í finnsku. Þannig þá eiginlega bara svona, ok, heyrðu, ég býð það bara eina önn, segir Jón Gunnar og hann fer inn í háskóla og ég fer inn í Fósturskóla Íslands. Og hann fer í sagnfræðina. Og þar bara verður hann svo hrifinn, að hann snýr ekkert aftur og vill ekkert fara inn í arkitektúr eftir þetta. Þannig að hann bara fann sig í sagnfræðinni. Hann fljótt farin að vinna í fréttum? Fljótt farin að vinna í fréttum. Hann byrjaði raunverulega sem svona þáttagerðarmaður fyrst. Síðan þegar komur raunverulega úr námi eftir 6 ára dvöl í Svíþjóð, eftir doktorsnám, þá fer hann í fréttamannin. En það raunverulega ekki fyrir þá. Hann var í þáttagerð meira en minna. Bæði inn á útvarpi, hann var með þætti inn á útvarpi og síðan inn í sjónvarpi. 2 sumur. Eða 3 sumur jafnvel. Já, sennilega 3 sumur. Þarna fjölskyldan farin að stækka eitthvað eða þeim? Já, hún fer náttúrulega ekki að stækka. Ég náttúrulega bara í fósturskólanum og við eignumst Andra, elsta soninn okkar, 1984. Og svo höldum við bara áfram í námi og síðan klára ég mitt nám 87 og þá hann komin inn í master í sagnfræði. Og þá tökum við eiginlega bara ákvörðun 1989 þegar við erum búin að eiga seinna barnið okkar, eða barn númer 2, hann Söndru, að þá tökum við bara ákvörðun, heyrðu, nú förum við til Lundar. Þannig við förum tökum þessi ákvörðun eftir áramótin 89. Þannig við förum bara með börn og bú og litla eina 3 mánaða og svo andra 5 ára, þá bara drífum við okkur til Lundar. Og hann fer í doktorsnám í sagnfræði, verkalýðssögu og erum þar í 6 ár. Dásamlega 6 ár og eignumst svo 3. dótturina Tinnu. Hún verður litli svíinn okkar. Jó, var alltaf bara frábæri einstaklingur. Þetta var bara svo góður maður og það var svo mikið jafnægið í honum og svo mikið gleði alltaf í honum. Aldrei noktið að manni eftir Jóni öðru sem bara glöðu manni. Og það einhvern veginn var svona einkenni og bara, hann var svo umburðarlyndur og það var svo mikið, já, ég veit það ekki, svona elska sem að stafaði frá honum og svo var náttúrulega ótrúlega gaman einhvern veginn að vera umgangastann. Hann náttúrulega hafði svo áhuga svo ótrúlega mörgum hlutum og hann einhvern veginn var í öllu félagsstarfi. Sem ég sagði við hann kemur alltaf út af flugvél að þá var hann búinn að koma síðan inn í einhvern félagskap og ég skil eiginlega aldrei hvernig hann fór að þessu. En það eiginlega bara þannig, við komum inn í
hann alltaf var fullu hann stúdent, hann sko í pólitík, ég kynnist hann í pólitíkinni í Fjölbraut. Þá var hann þar alltaf komin inn, hann þar formaður í nemendafélagsins. Við förum inn í háskóla, hann fer inn í háskóla. Hann komin á kafi í stúdentapólitíkina þar. Og sem meðal annars, það var alltaf svolítið gaman að því að við fórum alltaf mér fannst það svolítið gaman, við fórum alltaf fyrsta DS, þá fórum við inn á Bessastaði. Það var alltaf svona klassíska boðið, sko, háskólaráði var boðið alltaf á fyrsta DS inn í Bessastaði. Og eitt árið þá bað hann mín í skáldastofunni. Og ég gat ekki annað en sagt já. Hann fyrir að reyna svo mörgum sinnum og ég segi alltaf nei, hvað vitleysa er þetta? Og ég gat ekki annað en sagt já, það var svo rómantist og flott. En þá var hann í pólitíkinni þar og hann kominn hann ekki kominn inn í veiðifélög, hann löngu fann að veiða. Hann veitti alltaf með afa sínum og með pappa sínum í öll þessi ár. Og en svo förum við til Svíþjóðar, þá bara eykst þetta. Hann kominn inn í sportveiðiklúbb Skåne. Ég bara eiginlega skil ekki hvernig hann fór á því. Og var alveg að kafa í því starfi og bara ofsalega skemmtilegt og var að pröfa raunverulega strandveiðar. Þá var hann að kynna sér strandveiðar, hvernig þeim var háttað hjá Svíunum. Það var mjög vinsælt þar. Og fyrir honum einhvern veginn við tölum alltaf einmitt það eftir á, ég og Grétar pappans, að fyrir Jóni voru raunverulega veiða bara vísindi. Þetta var bara svona, þetta var ákveðin vísindi. Þetta var ekkert spurningin að veiða einhvern fisk. Það var ekki spurningin það. Það var bara spurningin að standa þarna úti með stöngina og bara njóta lífsins. Og svo bara kunna á stöngina og flugustöngina. Hann alltaf var fluguveiðimaður. Hann þoldi ekki maðka það átti ekkert að koma nálægt. Það var bara hann og flugan, sko. Og en hann var að kafa það, auðvitað var hann komin í stjórn Íslendingafélagsins og orðinn formaður Íslendingafélagsins. Þetta var bara alltaf svona. Svona var eiginlega Jón og hann einhvern veginn laðaði líka fólk að sér og fólk laðaðist að honum. Og hann var einhvern veginn svona, hann var svo mikið traust í honum líka og já, ég held að þetta sé einmitt, hann var óbúslega traust í honum. Ég held að fólk hafi fundið það. Og bara líka þessi, bara góðmennska. Og síðan kom við heim, 6 ár í Svíþjóð og hann að eiginlega ljúka sín doktorsnámi en við ákváðum samt að fara heim áður en hann klárar. Og gerum það einfallega bara barnanna vegna. Þá voru krakkarnir bara komin á viðkoman aldur, nú verðum við að fara. Drengurinn 12 ára og hann verður að komast inn í skóla á Íslandi og ná svona síðustu 3 árunum í grunnskólanum. Við hugsaum svolítið það. Síðan við komum heim og auðvitað hann kominn að kafi allt heima. Og þannig það byrja bara mjög hratt. Stangaveiðifélag Reykjavíkur og hann alltaf að veiða náttúrulega út úr Kvippinn og Kappinn, bæði með pappa sínum í alls konar hópum. Hann kominn inn í íþróttafélögin, strákurinn okkar var í tennis. Auðvitað hann kominn í tennisinn og kominn inn í tennissamband Íslands og starfað þar í stjórn í mörg ár. Hann kominn inn við erum með börnin okkar í tónlistarskóla og auðvitað hann komið þar inn líka og vinna fyrir foreldrafélögum, bæði ég og hann, við gerum það, skiptum okkur það niður og sama inn í skólanum, að hann sinnti alltaf því líka, að hann sinnti raunverulega, vildi starfa í foreldrafélögum þar sem börnin hans væru. Og síðan endar hann náttúrulega lengi formað tennis- og badmintonfélag Hafnarfjarðar sem svona jaðar íþrótt í Hafnarfjarði og þá komu þeir að tala við hann íþróttabandalag Hafnarfjarðar þegar vantaði formann. Heyrðu, þú ert ekki Hafnfirðingur, þú ert ekki í þessi annarkvort FH og Haukar, þú ert inn í þessu jaðarhópi og bara ertu til að taka þér að vera formaður íþróttabandalags Hafnarfjarðar. Og hann gerði það og gerði svakalega fína hluti þar líka. Og var þar eiginlega bara þar til hann deyr. Þá hann inn í íþróttabandalag Hafnarfjarðar. Hvenær uppgötvast veikindin? Veikindin uppgötvast eiginlega, það eiginlega, við áttum okkur eiginlega ekkert á því. Það 2007, þá uppgötvast það eiginlega bara í kringum afmælisdag með dóttur okkar, Söndru, í maí 2007. Við erum eiginlega búin að, Jón var alveg ótrúlega aktífur, hann svakalega handlaði. Og við kaupum okkur hús, þegar við komum til Íslands 1995, það kaupum okkur hús, gamalt 3 hæða hús inn í gamla bænum, hinum með við höfninni í Hafnarfirði, á Brunnstíg.
og við byrjum að gera það upp og Jón og við erum bara í því að gera þetta saman og það er alveg sama hvað hann tók að sér, það bara lék allt í höndunum á honum. Smíði, flísalögn, rífa niður, byggja upp, það skipti ekki máli, hann bara tók þetta að sér og hafði náttúrulega góða aðstoð líka, pappa hans kom og leiðbendi, gamall tesmiður og en síðan er það eiginlega bara það árið 2006 til 2007, sonur okkar er einmitt 2006, hann er að klára sitt sína bachelorgráðu út í Bandaríkjunum, var að spila tennis í háskóla og er að klára sína gráðu og hann ég mátti ekki fara út þegar hann úrskrifast jól og Jón fer út og svo eiginlega þennan veturinn 2006 fer út og úrskrifast með drengnum og svo koma þeir bara tilbaka og þennan veturinn er Jón einhvern veginn öðru sem átti að sér að vera og svona þegar fór að líða svona febrúar, mars þá hélt ég bara hreinlega að það var eitthvað að hjónabandinu. Hann var svo fjarrænn og hann var alltaf svo þreyttur, hann var slappur og þetta var svo ólíkt honum og síðan eiginlega fer hann að fá mikla hausverki alltaf í apríl en svona svo jafnaði hann sig allt inn á milli og hann hafði aldrei verið fjarverandi frá vinnu. Hann byrjaði að vinna í RÚV árið 1996 og hann hafði aldrei verið fjarverandi, ekki einn dag fjarverandi vegna veikinda og allt í einu bara hann fann að vera veikur og er bara heima og líður svona svakalega höfuðkvalir og hélt bara einhvern veginn að það var eitthvað stress í sér eða eitthvað, ég hélt bara að það var eitthvað í hjónabandinu af því að hann var bara fjarrænn, hann var ekki eins og nátt að sig, ekki svona þessi aktífi, hressi og káti Jón Gunnar. Svo förum við svo lagast hann alltaf inn á milli og við förum í göngu, við gerum það alltaf á vorum, fórum alltaf í Esjuna eftir sumardaginn fyrsta og við förum í Esjuna og ég ætlaði að fara að spjalla við hann bara, er ekki allt í lagi og allt þetta, svona eins og hjón gera bara þegar mér finnst bara að vera eitthvað, þegar maður er alltaf í nógun óöruggur í hjónabandinu og sem ég aldrei verið og við eigum bara góða stundir og upp upp Esjuna og svo hittum við vin okkar á leiðinni, þannig við löpum bara áfram með þeim. Þannig að auðvitað gafst mér eiginlega ekki alveg tími til að spjalla eins og ég ætlaði að spjalla. Síðan förum við niður og þá bara hrynur allt inn Jón Gunnar niður. Hann bara rúllar niður Esjuna. En sem betur fyrir nær hann að stoppa sig. Og þetta var bara, og við fengum náttúrulega bara áfall þarna, vinafólkið og ég. En hann sleppur svona vel, hann dettur svona, hann fer þetta var bara svona grótgarður. Við vorum að labba í gegnum grótgarð niður og hann bara hrynur, missir fótana og þetta var ótrúlega fótafár maður en Jón Gunnar. Þannig þetta var eitthvað mjög ólíkt honum og gamall íþróttamaður, handboltamaður. Og við erum svona bara smástund að jafna okkur og hann jafnaði sig og hann sagði hann missti einhvern veginn bara. Hann vissi ekki hvað gerist. Við vorum bara í rólegheitunum að labba þarna niður. Og eftir það eftir þessu göngu upp í Esjuna, þá eykst þessi höfuðverkur. Og ég bið hann að fara til læknis og hann fer að lokum til læknis. Og þá er hann sagt bara að það sé ekkert að, hann sennilega bara með einhverja flensu. Og honum finnst það samt svolítið skrítið og ég er ekki sátt sko. Svo átti dóttur okkar að fara til læknis út af einhverju, svo nýsta, og ég sagði, heyrðu, þú fer með henni og þú lætur skoða það aftur Jón Gunnar. Og þá er annar læknir sem tekur við honum, heimilislæknir, og hann segir honum frá hvernig hann er og hann var mjög fljótur að finna þetta út. Hann sagði, það er eitthvað í höfðinu, sagði hann. Og nú ferð þú bara beinustu leið upp inn í Mjódd og lætur taka mynd af höfðinu. Þannig þá fór ég með honum. Og svo erum við sendilega þaðan bara inn á Landspítala, inn á bráðamóttöku, inn á Borgarspítala og það var bara rosa skrítinn tími og þá var okkur bara sagt þetta sé svona. Að það sé bara, þá voru sendið meiri myndatöku inn á Landspítala og þá var okkur bara sagt þetta, það fór mjög hratt í gegn og að það sé bara æxlið við heila. Takk fyrir, ég bara gleymi þessu aldrei. Og þetta var einhvern veginn svo skrítið, þetta var eitthvað svo absúrt og ég fór að hugsa, ég sá hann einhvern veginn, við vorum og við okkur bara sagt þetta og svo labbar við komandi út og við bara sátum einhvern veginn þarna eftir að hann lá svona á svona, þú veist þessu mjóu bekkjum
inn á Landspítala, inn á bráðamóttöku og mér fannst þetta svo skrítið. Hann aldrei liggja bara þarna og svo okkur sagt þetta bara sér svona og við vorum eiginlega ekki alveg að átta okkur á hvað var í gangi. En ekkert sagt hvað hægt var að gera? Nei, ekki strax. Síðan bara leyfaði okkur að jafna sig. Við leyfaði okkur að við sem bara einn og sem að jafna okkur og við bara grátum þarna og bara erum samt ekki að skilja hvað er í gangi og hvort eitthvað þessi hægt að gera. Og hann hringir í símtöl í foreldra sína og ég í mína foreldra og við erum náttúrulega bara í áfalli og síðan vil ég bara halda honum eftir. Þannig ég nægilega svo bara í börnin og við bara ræðum saman. Og svo eiginlega bara man ég ekki eiginlega þennan tíma Helgi, ég bara man hann ekki. Þetta var bara ótrúlega rússíbanareið en við fórum strax bara einhvern veginn í gírinn. Við fengum æðislegan heila skurðlækni sem er raunverulega gamall kunningi hans úr Árbænum og kemur frá Svíþjóð og hann raunverulega fer í gegnum þetta með okkur og hann segir við ætlum bara að freista þess að skera. Þetta liggur tiltölulega djúpt saman en ég ætla að freista þess að skera, mér langar að skera og við bara tökum ákvörðum að það verði gert og erum einhvern veginn bara komin inn í þann gírinn, nú erum við bara komin inn í eitthvað verkefnagír. En auðvitað byrjar sorgin byrjar þarna og en samt fórum við í einhvern svona verkefnagír. En það er alltaf bara, já, bara björgunleiðangur, hann bara fer, við förum bara fleygiferð þá, einhvern veginn, Jón Gunnar er líka þessi karakter sem er þannig. Og hann var ekkert að sko, eitthvað sitja við þetta, heldur bara nei, nú bara förum við gegnum þetta, ég fer bara í gegnum öskur og svo er ég bara góðan heim. Og það var eiginlega þannig, hann fór bara í gegnum öskur og það var eiginlega, hann gat ekki einmitt verið á afmælisdegi dóttur sinnar 11. maí. Hann er skorinn þarna 11. Hann skorinn á 12. Þannig hann var eiginlega bara í undirbúning 11. Skorinn svo 12. Og svo er hann bara komin heim nokkrum daginn seinna. Ótrúlegt. Það lítur að hafa vakið. Það vakti rosa vonir, alveg bara, þú veist, við bara heldum að nú er þetta bara búið og þú kemur svo flottur út úr þessu og engin skaði, raunverulega taugaskaði eða neitt. Þegar hann fer í öskurinn, alltaf maður skildi þetta bara ekki, en og svo eigum við bara raunverulega gott sumar. Þarna er þetta í maí, þú veist, hann er að koma þarna heim í kringum 20. maí eftir öskur. Svo þá erum við bara fulla bjartsýni og hann er bara í sínu veikindaleyfi og hann er bara rosalega duglegur að ganga og hreyfa sig og við borðum góðan mat og við vorum að grilla og við fórum í ferðir, við keyptum hjólhýsi með fellihýsi með bróðum mínum og hans fjölskyldu, ákvað bara jæja, nú tökum við bara svona Ísland og ferðumst landið og með fellihýsi og alltaf dröslast hann með en hann er samt raunverulega skertur. Það sem skár hreyfiskertur og á þeirri hlið sem hann þannig hægri hliðinni. Og þannig hann er svona svolítið slappur sko, en samt bara ótrúlega flottur og við bara einhvern veginn áttum bara gott sumar og gerðum fullt af hlutum og fórum með börnin öll þrjú, bara keyptum okkur ferð í Kýpur. Þá var hann búinn að hann semst fer raunverulega í hennar öskur og svo fer hann í Geisla. Og er náttúrulega lyfjum á öllu, hann tekur allan pakkan sko. Hann fer í öskur, hann fer í lyf og hann fer í Geisla, hann fer í allan pakkan. Og bara maður skilur ekki hvað hann gat verið bara sterkur og hress og kátur yfir sumarið. En það er alltaf bara kannski vegna þess að hann var bara sterkur karakter fyrir. Og ekki bara líkamlega, heldur bara andlega. Ég segi alltaf við höfum aldrei komast í gegnum þetta nema því að hann var eins og hann var. Ótrúlega bjarsið sko. Og síðan bara það hvarflar ekki að neinu Nei, þú veist, annað en hann náði sér. Og við erum bara, einhvern veginn svo bara, förum við svona inn í sumarið og bara ótrúlega bjartsýn og hann veit bara að fara að vinna við fórum til Kýpur, áttum æðislega stund með krökkunum og vorum bara að þvælast og áttum alltaf gott orðatiltæki, er ekki allt í lagi? Jú, sagði hann alltaf. Við vorum alltaf að segja, er ekki allt í lagi? Jú, sagði hann alltaf. En af því hann var náttúrulega ákveðin skerðing og svona hreyfigeta á allri hægri hliðinni. Og
Og við vorum alltaf aðtöða bara hvort hann var þreyttur, og auðvitað fann ég að hann var þreyttur og ég sá hann var þreyttur. Og ég sá það kannski mest. Og en hann fór bara einhvern veginn, auðvitað var hann bara að jafna sig líka eftir uppskurð. Hann er að jafna sig eftir lyf, hann er að jafna sig eftir geisla. Þetta var náttúrulega óbúslegur prósess og ég tók á. Þetta var gert á mjög stuttum tíma. Og við fengum glugga til að fara til Kýpur. Og við gerðum það og gátum bara slaka rosalega vel á og bara var yndislegur tími. Og en síðan fyrir hann komum við heim eftir sumarið og hann vil bara fara að vinna. Og ég sagði bara, ok, þú ræði því Gunnar. Og þau voru ótrúlega flott, fréttastjóri þá Elín, að bara ekki málið og eiginlega bara leyfði honum að hafa þetta eins og hann vildi. Þannig hann bara kemur inn á vinnustæðin og hann bara vann nokkra fréttir og hann þurfti raunverulega ekki að ganga, hann raunverulega gekk ekki fulla vaktir. Hann gat það ekkert. En þau ákvað bara að gera þetta svona, bara að byggja hann upp og hann fer bara rólega inn og þetta gengur alveg svona fram í bara október. En hann er þreyttur, við sjáum það alveg. Við ákváðum síðan að fara með besta vinnufólki okkar til Prag. Ég held að það var í september og þá sáum við það. Líka þá uppgötaði líka sá ég bara hvað hann er þreyttur. Þegar við vorum að þvælast og skiptum umhverfi og þvælast yfir daginn inn í Prag og á kvöldin út að borða eða á tónleika eða í brúðulegukús eða hvað það var sem vorum að gera, þá sá maður þetta. Það var svolítið að draga af honum. Og síðan eiginlega bara gerist það í kringum afmælisdag yngstu dótturinnar. Þetta er bara svo skrítið. Hún á afmæli 15. október að þá dettur hann. Hann dettur niður stigann hjá okkur. Þá er eiginlega bara, það sem var alltaf vandamáli, við vorum upp á efstu hæðinni, klósettið var með hæðinni og náttúrulega brattur gammal stigi, en þó með stigahandriði. Hann fer fram úr og hann er búinn að taka í fyrsta skipti tekur hann inn svefntöflu. Og þá er hann svona vankaður. Þannig að hann hrynur niður allan stigann, að fara á klósettið. Og ég náttúrulega fengum bara áfall. Maður bara láð hann og ég bara, er hann brotinn eða hvað er í gangi? Og ég náttúrulega hendist niður. Krakkarnir hringja 112 og við bara eiginlega hreyfum ekki við honum. Og þá förum við beint upp á spítala og þá bara uppgötvist það. Þá er þetta bara komið blossað upp aftur. Akkúrat 15. október. Þá er hann bara, þá er bara jafnvægi og svona lélegt. Og við vorum alveg búin að sjá það. Að við fundum að það var ekki allt í lagi. Hreyfingarnar voru ekki í lagi. Er það þarna sem alvaran Þarna kom alvaran málsins. Þarna eiginlega, þetta var eiginlega verri tími. Að þið hitt svona, maður vissi ekki alveg hvað maður var hlúti, þannig í upphæði. Þetta var miklu verri tími. Nú varum við búin að átta okkur á alvarleikanum eftir hennar tíma og þá fyrir við inn á spítala og það er rætt hlutina og okkar krabbameinslæknir, hann kemur inn til okkar og segir, jæja, það er bara nú bara treyst, það er ekkert hægt að gera. Nú skulle þið bara gera. Þá fekk maður bara að heyra svona þessar hluti. Hann var ótrúlega flottur. Hann okkar læknir. Hann kom inn og sagði okkur bara frá hvað var í gangi og þeir sagði sig ekki fært að skera aftur. Þetta væri það djúpt niður núna. Þetta nýja æxli hefði bara vaxið inn, ekki út. Og það var ekkert að skera. Og það var ekki hægt að vinna á þessu með geislum. Og hann gat ekki svara hvað hann ætti langan tíma. En það kannski skiptir það ekki máli. Heldur bara þetta var eiginlega ótrúlegt að fara í gegnum. Óbáslega sorg sem við fórum í gegnum þannig. Og ekkert nefnir svo að ná í krakkana. Og þau eru 16, 18 og 25 ára. Og ekkert nefnir að fá þau bara inn og þá er þetta, hann er 23 ára soninn, ekki 25. Og fá þau bara inn í þetta ferli. Þá þurftu þau bara heyra þetta. Þannig að hann bara náði í þau, bara inn í skóla og í vinnu. Hann bara fór ættingjarn og náði þau og nú komið öll upp á spítala og auðvitað vissu það væri bara alvarleg staða. Þannig við ákváðum það að við gerðum það alltaf. Börnin okkar voru alltaf upplýst alveg frá byrjun hvað var í gangi og þau fengu bara að taka út sína sorg með okkur. Og þau voru ótrúlega flott. En ótrúlega erfitt. Ótrúlega erfitt.
Við Jón Gunnar kynntust fyrst seint á 9. áratug síðustu aldar þegar hann kom til að vinna hjá okkur á Ríkisútvarpinu sem dagskrárgerðarmaður og það var seinna sem hann kom inn á fréttastofuna en meðal þess sem hann gerði í sjónvarpi til dæmis voru frægir gönguþættir sem urðu svo frægir og vinsælir að Spaugstofan gerði grín að þeim í sínum þáttum og kölluðu Gönguhrólf ef ég man rétt og þá var Jón Gunnar að ganga með einhverjum staðkunnum og þetta voru mjög skemmtilegi þættir og dálítið frumlegir fyrir þennan tíma. Seinna kom hann inn á fréttastofuna að loknu námi og þegar hann var kominn heim frá Svíþjóð ég held að það hafi verið 1996 eða 1997 og þá kynntumst við að sjálfsögðu miklu betur. Ég var fréttastjóri á þessum tíma og það var mikið lán fyrir okkur að fá Jón Gunnar til liðs við okkur. Hann var vel menntaður, góður tungumálamaður, afskaplega duglegur, hamhleypa til verka, vinsæll og hann valdist líka til forystu í meðal fréttamanna. Hann var formaður félags fréttamanna talsvert langan tíma og hann mætti mér í sig að talsvert mikið á honum þegar við lentum í ákveðinni krísu þegar átti að ráða inn fréttastjóra á útvarpi sem að menn töldu að væri ekki réttur maður í starfið og það var mikið upphlaup hér í Ríkisútvarpinu á þeim tíma. Þá var hann í forystu fyrir fréttamönnum. Þannig að hann var ógleymanlegur maður. Það fór aldrei fram hjá neinum þegar hann var á staðnum þó hann væri ekkert að reyna að draga athyglina að sér vegna þess að hann var í og með hlédrægur og svona vildi ekkert svona trana sér endilega fram en hann bara vegna svona sinna hæfileika þá valdist hann til forystu. Hann var afskaplega góður fréttamaður, hann var mjög vandvirkur, gerði allt afskaplega vel. Við förum semst hann í október, þá hann einhver tíma inn á spítala og við erum bara einhvern veginn að jafna okkur yfir þennan, yfir þessa svona stærstu sorginu og þetta mikla áfall og erum bara inn á spítala og hann fær bara einstaklingsherbyggi og þannig við gátum bara verið bara virkilega öll hérna saman og ég fekk að sofa inni hjá honum og síðan bara ákvað við vildi hann, það var eiginlega hans frumkvæði þá áttu við samtal við sjúkrahúsprest og við fórum að tala dauðann en einhvern veginn vildum við ekkert tala mikið dauðann. Við vildum miklu frekar tala lífið og við vorum einhvern veginn bara þar. Auðvitað vissum við bara að dauðinn kæmi og það bara, við vitum ekkert hvenær og Jón fór bara, hann var pínu manískur á þessum tíma og það var bara ágætt og þá einhvern veginn bara, við drífum okkur og við gerum bara að gera ákveðin praktísk atriði sem til bankan og dutturuturu og já, ok, sagði ég og hann bara, við fórum inn í bankan og gengum frá ákveðnum málum af því það náttúrulega ýmislegt sem var að skrifa það á þá náttúrulega voru raunverulega, erum við byrjun svona með heimabank og allt þetta þannig ég þurftum að ganga frá því þannig við vorum bara eiginlega af okkar lækni bara endilega gangið frá ákveðnum hlutum og verið bara vissum að Anna viti allt sem hún þarf að vita. Þannig við fórum bara í gegnum þetta og við gerðum þetta bara svona hratt. Og það hjálpaði manni líka. Og svo þurftum við að sinna börnunum. Og þau héldu samt áfram með einhvern veginn bara að Andri væri í sinni vinnu og eftir sitt háskólanám og stelpurnar voru bara í menntaskóla og klára grunnskóla. Og við bara aðstöðum þar eins mikið að við gátum. Nei, semst Tinna eiginlega byrjað hausti fyrirgeðu. Hún byrjuð hausti í menntaskóla. Þannig það báðar í menntaskóla. Önnur í Hamrahlíð og hinn í Flensborg. Það var bara vorið sem hún útskrifast. Tinna úr grunnskólanum. Og Hvernig tóku þau? Þau bara, þetta var náttúrulega bara alveg ofboðslega mikil sorg og eiginlega samt ekki alveg að fatta þetta. Einhvern veginn maður fer einhvern líka svona ákveðin svona einhvern sorgardóða. Ég veit ekki hvað þetta en svona maður lamast bara einhvern veginn en líka það á þessum tímapunkti ákveðum við að vera samt með bjartsýnina og það vel Jón Gunnar sem ákveði það að vera með bjartsýnina leiðarljósi
Og við endum á því að fara svo fá að fara heim og við vildum bara vera heima. Og við erum bara heima og svo náttúrulega fjarar svona hægt og rólega undan honum. Og hann fyrir að minnka hreyfigetan og við fyrir að fá meirinn aðstoð heim. Þær eru að koma semst með heimahjúkrun að morgni og svo seinni partinn. Og svo sé ég bara að það er að fjara meir og meir undan honum og þá náttúrulega finn ég að hann er fann að rugla í höfðinu líka og svona slær saman. Hann er fann að vera ótrúlega bjassinn, hann ætla bara, já nú bara veiði næsta ár og þegar veiðarfélagarnir komu og þau voru bara fann að spjalla veiðin á næsta ári og mér fannst þetta bara frábært, mér fannst þetta bara frábært og maður var ekkert að slá á þetta. Og síðan fengum við hérna Valgerði, enda með að við endum á því, við förum í gegnum þessa 2 mánuði svona. Að ég bara er heima með honum og hann er náttúrulega að fá, svo fær hann svona ýmislegt, hann fær allt í einu blóðtappa í lungun og bara í svaka kasti og upp á spítali, við erum að lenda í svona. Og allt í einu bara sjúkrabíll og læti og börnin þarna með og þú veist, þetta var bara rúspanni. Og en aftur kom hann heim, við vildum hafa hann heima, en síðan enda hann alltaf bara á því við fórum inn á líknardeild. Það kom bara að því að Valgerður, yfirlæknir á líknardeild, krabbameinslæknir, að hún bara kemur til okkar heim og ég fékk að tala við hana einslega. Ég spurði Jón Gunnar, Jón Gunnar, má ég tala ein með hana? Hann sagði, já, þú mátt gera það. Og þá er hann farinn hann hættur að stíga fæturnar. Það fór bara að fjara svona hægt og rólega undan honum. Þannig það bara hreyfigetan, það var svona líffærin voru byrjað að gefa sig. Og ég spyr hana og hún segir það er náttúrulega bara ein leið eftir og hann er náttúrulega bara að fara. Og það er bara spurningin hvaða dagur og hvaða vikur við gefum honum. Og það var rosalega gott fyrir mig einhvern veginn að fá að tala um þetta og vera bara ein með henni. En ekki með honum akkurat í þessu. Og ég vildi bara hafa að vita hvað er að fara í gangi í gegnum. Af því maður var ekki alveg að skilja heldur. Og hún náttúrulega fór bara í gegnum þetta, hvað raunverulega gerist í líkamann. Og síðan bara eiginlega í kjölfarið þá er hann alveg með meðvitund að við förum inn á líknardeild. Og hann er sammála því, nú förum við bara í hvíld. Að það gengur ekkert að vera í þessu 3 hæða húsi. Þetta er bara erfitt, þú veist, það er erfið salernisaðstaða, þröng og léleg, þannig að við bara ákváðum að fara í líknardeild. Og ég glemdi eiginlega að segja frá einu, það er einmitt svona klassísku við Jón Gunnar. Við fengum hjólastól frá hvað heitir þetta? Hjálpatækja bankanum eða hvað þetta heitir. Og hann var ekkert kominn ennþá í hjólastól og ég sagði, við höfum hann bara Jón Gunnar og þú veist, ef við skildum þurfa að nota hann, ég sagði, já, ég fer ekkert að nota þetta, segir hann og er enn högtandi bara með staf, heima. Svo bara allt í einu, ætlar hann að fara að stíga fram á númerinu einn morguninn og þá bara eiginlega hrynur hann niður. Getur hann ekki stig. Það var svona enn eitt áfallið á sorgin. Og maður akkurat hitta hafragraut og miðdótturinn var að borða með okkur, hún var síðusturinn út úr húsi þennan morgun. Og þá náttúrulega allt í einu bara, það var eiginlega svona annað skipti sem Jón Gunnar svona í minni áhör svona bara virkilega grét. En svo einhvern veginn bara hristi hann sig og sagði, jæja, þá hef ég not fyrir hann andskotans hjólastól. Og svo bara var það búið. Hann var ótrúlegur og við náttúrulega sátum þarna 2, ég og Sandra mín hágrátandi og hann líka og svo bara einhvern veginn hristi hann af sér. Þá bara loksist not fyrir hann fjandans hjólastól. Og svo bara var hann rúllega fram í eldhús. Svona var hann. Og En í svona ferli er það þannig að sorgin er löngu byrjuð. Hún er löngu byrjuð, já, það er löngu áhörandi alveg að koma raunverulega alltaf, þessi áföll sem er að koma þegar raunverulega líffærin er að gefa sig og raunverulega heilsan er að bresta, meira eða minna þessi líkamlega heilsa og svo fer raunverulega þessi andlega hlið líka að bresta. Að hann er fann að endurtaka, hann er fann að rugla, hann er þar bara þrýstingur í höfðinu og það var rosalega skrítið, einhvern veginn. Já, þetta byrjaði alltaf strax í upphafi og svo bara einhvern veginn er hún alltaf komið svona, hún er bara hann alltaf. Og svo bara komið þessi áföll inn á milli. Svo við alltaf lendið í þessum áföllum og við erum alltaf að rífa okkur upp úr einhverjum áföllum, allan tíman. Og þetta er bara svona rússibanareið, þetta er ekkert annað.
Svo rennur upp þessi dagur og sem betur fyrir erum við öll þarna. Við erum búin að vera ég er búin að vera alla næturinn á líknadeildist í manningi sem hvað á marga nætur þarna. Við erum búin að koma okkur vel fyrir í fallegu herbyggi með myndum af börnunum og hluti að heiman og gera okkur svona lífi bærilegt. Og krakkarnir eru svo allt inn bara sjá við það, nú bara fara börnin að vera hjá okkur. Nú bað ég bara það. Við fengum mjög stórt og fallegt herbyggi. Og þetta er náttúrulega yndislegu staður hana. Bara líknadeildin, umhverfið og þetta, bara, og svo vorum við bara öll hana. Svo bara kemur að þessum degi, 8. desember og ég er bara nýkomin úr sturtu, Andri og Sandri eru bara, og börnin eru að fá sér hafragraut og þá bara kemur hún að mér. Hjúkrunarfræðingur segir, heyrðu bara nú er þetta að bresta á. Og nú þurfið þið að koma. Þá bara allt í einu byrjaði öndunin. Það bara gerðist rosalega hratt, en þá er hann eiginlega búinn að vera í dái í svona 3 daga, kom inn og út, en meira minn í dái. Ekki með meðvitund. Og við erum óbærslega þakklátt í jafn sorglegri og ömurlegu stöðu og að missa mann og föður. Þá vorum við náttúrulega ofsalega þakklátt fyrir að vera þarna öll. Og geta einhvern veginn hvatt hann öll og sagt okkar síðustu orð. Það gaf okkur ofsalega mikið og ég held að það hafi hjálpað krökkunum yfir Vestahjallann. Ég segi það, að þau hafa verið með. Að það hafi ekki bara verið ég eða enginn af okkur. Eiginlega var það orðið þannig, ég vildi ekki fara út í göngu, þeir voru að reyna að fá mig út í göngu í þessu fallega umhverfinu við víkina, en nei, ég gat ekki orðið að hugsa með það. Ég hugsaði einhvern veginn, ég var búin að missa mömmu mína 7 árum á undan og við vorum öll send heim og pabbi eftir tannbursta og mamma deyr á meðan. Og ég svo bara, nei, ég fer ekki frá honum. Og eiginlega bara 3 sólarhringa fór ég ekki frá honum og gat bara ekki hugsað með það. Og en svo bara deyr Jón og þarna morguninn, þetta er bara svona 10:30 og eiginlega undarlega sem þetta er, þetta náttúrulega var ofboðslegt áfall, en líka við vissum þetta að kæma þessu, en við vissum ekkert hvernig þetta yrði. En við fengum að gera ofsalega fallega svona líkvöku, við fengum bara að hafa þetta eins og við vildum. Ég fékk að raka hann og þvo honum og gera hann tilbúin til líkvöku ásamt hjúkrunarfræðingi. Það var yndislegt og svona gat ég hvatt hann bara svona ein með þessu móti. Síðan bara erum við bara þarna og það kom bara fjölskyldan og kom bara bestu vinirnir og við erum bara þarna meira að minna til 11:30 kvöldi. Þannig fólk bara, ég leiði fólki bara að fara út einu eins og vildi. Bara pöntum okkur pizzu og þeir sem hefur lyst á, þau gáttu borðað. Þannig við vorum bara öll þarna, alveg risastór fjölskylda. Ég á náttúrulega 5 systkini og hann á 3 systkini og svo náttúrulega foreldrar og vinir komu. Þannig það var bara yndislegt og börn systkina minna komið þarna. Þannig allir fengu einhvern veginn að kveðja Jón og vera þarna. Og við vorum bara, það var bara svona samkoma og bara kveðjustund. Og mér fannst það svo fallegt að ég hélt fæ ég að vera bara einhvern ákveðin tíma. Nei, þið hafið þetta eins og þið viljið. Og það var bara algjörlega hafið þetta eins og þið viljið. Ef þið viljið vera hérna allan dag og fram á kvöld, þá eru þið það. Þannig að það var óbúslega fallegt. Og Í þessu ferli frá því hann veikist og svo þegar alvara málsins blasir við, kom aldrei upp í hugan hjá þér að þér finnist lífið bara óréttlátt? Kemur eiginlega eftir á, meira. Þetta var svo mikið hraði. Einhvern veginn náðum við ekkert að hugsa þetta. Hraði var svo mikill og það kemur, auðvitað hefur örugglega komið upp í hugan, en auðvitað manni var það fyrir, eða var það eftir, eða var allan tíman, örugglega allan tíman.
og án ég var mikið að hugsa það. En það eiginlega svolítið meira eftir á sem að ég fer að hugsa þetta. Hvað óréttlæti þetta? Þetta eins og fólk segi, eins og maður lesi í gegnum minningagreinar þá sem þekktu Jón. Þessi hrausti menni, svona bara, Útivistamaður. Já, útivistamaður, hvað gerðist? Af hverju fer hann? Þetta bara, já, þetta náttúrulega bara óskiljanlegt og einhvern veginn kemur það meira svona upp eftir að svona, þegar maður verður meira með svona ein og með sinni sorg og að hugsa, maður hafði engan tíma. Maður var bara alveg á flegi ferð einhvern veginn með Jóni inn í þetta ferli. Þá komur alltaf hugsanir eins og allt það sem hann missir af. Allt sem hann missir af. Það eiginlega fór maður að hugsa og bara einhvern veginn, ég gleymi aldrei daginn, það var svo fallið út að, það var einhvern veginn, en við áttum svo góða Jón átti svo góða vinnufélagi, við höfum svo góða fjölskyldu, við höfum svo góða granna, við höfum svo góða vini og þá bara, þetta hjálpaði manni, einhvern veginn. Hugsaði bara þegar við komum, ég skil eiginlega ekki hvernig við gátum keyrt, við ákváðum að keyra heim, sonur minn á öðrum bílnum og ég á hinum bílnum. Við keyrum heim með töskurnar okkar og Jón bara fer, hann náttúrulega bara fluttur og við komum heim upp á miðnætti. Það var litli brunnstjóri, þetta pínu lítið loku gata og 7 hús. Og það var búið að kveikja á kertum alla þetta í desember. Bara með allri götunni, báðum megin. Eða bara kerti, útikerti. Og búið að lýsa upp inn í húsið okkar. Þetta eru grannarnir okkar. Þetta var þessi magna. Þetta var bara magna. Ég gleymi þessu aldrei. Þetta var bara eitthvað svona, þetta var svo fallegt í svona hryllilegri sorg og miklu áfalli sem við komum í. Og einhvern veginn að koma inn á brunnstíðinu og finna þessa hlýju. Það voru allir að hugsa okkur, allir sem kveiktu á kertum í göttinu okkar. Það var ofboðslega fallegt. Og svo bara kom maður hérna inn og svo einhvern veginn voru við bara einhvern veginn að jafna okkur og ég eiginlega... Og þá fór maður einhvern veginn allt í að halda utan börnin. Við vorum alltaf rosa mikið saman. Þannig við vorum mikið að halda utan hvort annað. En þá allt í fann ég raunlega þetta hellast yfir mig eins og ok, nú ég bara nú ég tvöföldu hlutverki, nú verð ég að standa með sem móðir og ég verð að hvetja áfram því þetta var svo mikil missir fyrir mig og fyrir þau líka að missa pappa sinn. Ég hafði þó allavega þroskan, hélt ég, til þess að takast og betur á við þetta. En þetta var rosalega skrítin tilfinning að hafa 23 ára og son sinn allt í einu bara í fanginu svo unga barn. Hvernig maður geta haldið áfram mamma? Þegar svona ungur pappi tekinn af manni. Hver tilgangurinn? Þetta allt í einu blossaði upp í honum. En það var bara stutt. Það var bara eiginlega þarna og auðvitað var maður, þetta var mjög skrítið að hafa einhvern veginn bara öll börnin, þessi stóri börni sem voru stærri en ég í fanginu. Og þá fann ég fyrir hvað þá einhvern veginn svona kom upp náttúrulega þetta móðuræðili. Ég var að standa mig, ég var að sýna þeim fram á að það líf framundan. Þó þessi hryllilega atburðir hafi raunverulega skollið niður okkur, að þá líf framundan og þau fullt af lífi og fallega framtíð. Þannig að það var eiginlega svona, ég tók strax þessa afstöðu, ég skildi bara hugsa svona. Var það kannski huggunin þín? Það var mín huggun og ég bara þakka Guði fyrir að við áttum svona flott og velgerð börn og ég gat einhvern veginn flytt okkur áfram og auðvitað náttúrulega búa þau á góðum grunni með Jóni og hafa góða fyrirmynd í sínu lífi áfram. Og maður er þakklátur fyrir það líka. Ég er svo þakklátt fyrir það líka og ég hugsa alltaf allan tíman eftir á. Og fyrst að þetta voru okkar öll og svona var okkar líf skrifað í kortin. Þá er ég óbærslega þakklátt fyrir að hafa góða minningar og hafa haft gott líf með þessu manni, með Jóni mínum. Og það er ekkert allir sem að upplifa það. Ég fekk þó að kveðja fallegan mann með fallegt hjarta, besta vin minn og stóru ástin í lífinu og ekkert nema góða minningar. Og ég er svo þakklátt fyrir það. Og börnin mín er svo þakklátt fyrir þetta. Hafa átt svona flottan pappa sem að gaf þeim svo margt inn í framtíðina. Það er svo að lifa með
þessari sorg næstu árin? Það var já, það var erfitt sko og og ég get alveg sagt þér að Jón ofsalega sterkur í mér ennþá. Og pabbi heitinn, hann dásamlegur kall, dó núna fyrir árið síðan. Skildi ekkert í þessu okkur, ég var ekki komið mann, þessi unga myndarlega kona og ég sagði, pabbi hætti þessu. En þá þetta bara, Jón svo sterkur í mér og en ég ekkert að láta raunverulega, sorgin ekkert að stjórna mér, alls ekki. Sorgin þarna og söknuðin, ég hugsa hann hverjum einastu degi. Ég held að líði ekki sá dagur að hugsa ekki Jón og eitthvað fallið sem gerist í okkar lífi. Og þar, en maður lærir að lifa með henni og það það sem við þurftum að ganga í gegnum. Þurftum að ganga í gegnum ótrúlega mikil átök að læra að lifa án Jóns. En ég hef við áttum svo bara fallegt fólk í kringum okkur sem að hjálpa okkur gríðarlega, en auðvitað varð ofboðslegur tómleiki þegar að allt yfirstaðið. Jarðarförinum búin, öll þessi, allt þetta fólk sem umvaði mann svo mikið, það allt í einu hvarfa. Ég held að upplifa þetta allir sem bara eðlilegt. Auðvitað bara fólk að styðja manni í verstu áfallinu og verstu sorginni og ótrúleg hjálp sem við fengum. Það var alveg, við fengum aðstoð, ég fekk aðstoð við það bara fólk tók þvottinn minn og það bara var súpa á það var súpa bara á tröppunni og brauð hangandi á hurðarhúninum og þetta var svona, að því maður lamast bara. Í þessu ástandi sem við vorum í raunverulega síðasta mánuðinn, þá lamast maður bara. Það funkar ekkert. Maður hugsaði ekki sjálfa þess, ég hríðhoraðist og það funkar ekkert. En einhvern veginn samt, við vorum aðalega að reyna að fungera eiga þessa síðustu stundir saman. Hitt fannst mér ekki skipta neinu máli. Það að segja vinnan eða þvo eða þrífa eða gera mat það var ekkert að funka. Og þá bara kom fólk inn sem var ótrúlega fallegt. Og þá sá maður hvað maður átti sterka vini. Og gott fólk í kringu sig. Og vinnufélagarnir mín voru dásamlegir. Þeir stóðu saman sem einn á baki okkur og sáum til dæmis veitingar eftir kistulagningu og þetta svona. Þegar maður fær þessa einhvern veginn, þessa hlýju og þennan stuðning, þá einhvern veginn bara svona fyrstu skrefin svo miklu auðveldari. En þau voru ekki auðveld. Svo var það kaldhæðin í örlagan að þessi maður sem lifði heilbrigðu lífi var mikill útivistamaður, að hann skildi í blóma lífsins á 50-aldri réttumlega fertugur verða veikur og hann tókst á við þessi veikindi með fjölskyldunum því hann var mjög mikill fjölskyldumaður og sú barátta var hetjuleg og ég man það að þegar hann gat í veikindunum, jafnvel eftir erfiðan uppskurð, að þá kom hann til vinnu og hlýði sig hvergi. Þetta svona dæmi hvernig karakterinn var. Það var, hann var vinsæll, hann var vinamargur, þess vegna var það gríðarleg sorg þegar hann dó og við fundum öll óskaplega mikið til með fjölskyldu hans, Önnu og börnunum þremur. Það var skarð fyrir skildi og hann einn af þeim mönnum einhverju hluta vegna náinn samstarfsmaður og vinur á fréttastofunni sem maður mann alltaf eftir þó að séu 15 ára liðin frá andlátinu að þá einhvern veginn yrði ég ekkert óskaplega hissa að líta upp og sjá hann við skrifborðið að vinna baki brotnu og ég vona að hvar sem hann að þá hafi hann fundið sér sinn bás þar eins og hann gerði á fréttastofunni. Já, Sandra, miðjudóttirinn, hún var kafi í tónlist á þessum tíma og spila á fiðlu og var bæði að spila svolítið sjálf og spila undir og var í litlum grúppum og stærri grúppum og spila út í Þýskalandi í mörg ára á sumrin í alþjóðlegri sinfóníuhljómsveit ungmenna. Var þar alltaf alveg mánuð á hverju einasta ári, mánuð til 6 vikur held ég. Og gerði það með þessu nokkur ára eftir að Jón dó, allavega 2 sumur. Herði hún einhvern veginn bara í vikunni
eftir að Jón deyr og meðan við erum að undirbúa jarðarför og skipuleggja hana mitt í öllu þessu, að þá fer hún svona að vinna sig úr sorginni með því að fara í gegnum öll myndaalbúm okkar Jóns. Alveg frá, þegar hún finnur myndaalbúm frá því að hann bara unglingur á hann kynnist mér, það sem hann bara að leika sér út kvippan og kvappi með sínum félögum og svo bara okkar albúm, okkar svona tilöðlis árum og síðan þegar börnin koma og þá fer hún bara í gegnum hvert einasta albúm, tekur myndir, hún þurfti að hafa fyrir þessu. Tók mynd af gömlu myndum og svo setti hann þetta yfir inn í tölvuna og setti inn á disk og brendi yfir á disk og bjóð til svona fyrstu brosin, tilöðli mömmu og pappa, með syninum og stelpurnar og pappi. Þetta var ótrúlega fallegt. Og þessi diskur, við ákváðum að sýna þennan disk og láta hann rúlla í jarðarförinni, eða semst í erfidrykkjunni. Og fólki fannst það bara ótrúlega gott einhvern veginn að sjá Jón í fullu fjöri með fjölskyldunni og svona þessu lífi sem hann lifiði. Einhvern veginn fór svona, fólk fekk aðeins svona bara tilfinningu að sterka fyrir Jóni þarna inni í erfidrykkjunni. Þetta var svona, já, þetta var eiginlega ótrúlega leið hjá henni og hvernig hún svona notaði tónlistina í gegnum sorgina. Spilaði sjálf hversu sterk var hún. Í erfidrykkjunni þá var hún með félögum sínum og spilaði á fiðlu og önnur á sellu og hinn á lágfiðlu. Þetta gat hún gert, eiginlega bara með ólíkindum. Já, og svona fóru við bara að misjafnlega þessu og hún var svona kannski sterkast, það kom svona mest fram þarna á svona gegnum tónlistina. Svo hélt nú vinur okkar Rúnar Þórisson, tónlistarmaður, grafík. Hann hélt minningatónleika báða vini sína. Árið eftir, Rabbi úr grafík, náttúrulega, ég held að hann hafa nú dáið hann dó undan. Rabbi dó árinu undan held ég. Já, 2006 örugglega. Svo ákveður biður hann Rúnar mig það hvort hann megi halda minningatónleika Jón og Rabba saman. Og við gerum það, hann gerði það í Hafnarfjarðarleikhúsinu, eða niður við Fjörukrána í Hafnarfjarðarleikhúsinu þá. Ofsalega fallega tónleika, þá voru börnin hans Rabba, börnin hans Rúnars og stelpurnar mínar sem tóku þátt í þessu minningatónleikum. Og það fæðingardag, þetta svo sérstakt sko. Rúnar átti þessa tvo sterku vini úr sikkur áttinni og það fæðingardagur Rabba en dánadagur Jóns Gunnars. Ofboðslega skrítið, 8. desember. Þannig að það var líka ofsalega fallegt og bara, þá svona fann maður allt svona einhvern veginn hjálpaði manni og svona yfirstig og einhvern veginn að vita bara alla þessa væntumþykju og allt þetta fallega í samskipti Jóns við aðra. Mér fannst það ofsalega gott. Já, svo náttúrulega hugsa maður einhvern veginn, auðvitað náttúrulega 8. des alltaf náttúrulega bara svona, það sorgardagurinn lífi okkar, en þá það fögnuður hjá John Lennon, hann náttúrulega fæddist á þessum degi. Og við erum samt svona, við höfum nú alltaf svona, okkur finnst þetta notalegt ef við sjáum súluna rísa. Og 8. desember, þó það sé raunverulega sorgardagurinn okkar og fæðingardagur John Lennons, þá þetta einhvern veginn svona ákveðin tenging og fallegt að sjá súluna. Bara lýsa svona upp á heiminn í desember í svona svartasta skammdeginu. Við tengjum hann líka bara Jóni. Jón og John, Jón og Jón. Ég veit það ekki. Ég held að eða það sem ég skil eftir mig, eða það sem Jón Gunnar skildi eftir sig. Og það dásamlegt einhvern veginn að hugsa til þess að Jón Gunnar sem aldrei kynntist mun aldrei kynnast náttúrulega barnabörnunum, ég og 3 barnabörn. Og öll þessi 3 barnabörn, sá yngsti 2 ára, svo elsta 10 ára og svo 5 ára.
Þau tala öllum afa Jón Gunnar og vita hver hann og ég stundum að sýna myndir af honum, heilegu þeim að heyra hann tala og það sem hann að hlæja og það sem hann að tala og segja hluti og ég held að þetta sé lífið eftir á, ég held að fyrir mér einhvern veginn bara það sem þú skilur eftir þig.